Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Og komið sæl aftur. Það komið að mannréttinda samræðunni sem fer eiginlega bara tekur bæði Ísland alveg í hnotskurn og heiminn allan, og til okkur komin Arna Magnea Danks, okkar mannréttinda fréttaritari, leikkona og leikstjóri og kennari, kemur hérna brunandi á mótorhjólinu. Já. Ég mismælti mig áðan að segja að það væri gott að mannréttinda löggan væri mætt á mótorhjólinu, en sumir vilja nú meina einmitt að þú sérst bara orðina hálfgerðri löggu þar sem að þú ert duglega að tala fyrir mannréttindum transfólks og okkar allra á netinu. En þú varst akkurat að segja mér líka frá því að það væri sumir, þú vilt náttúrulega alls ekki, við viljum alls ekki segja að þú sést lögga, sko. En þú varst að segja mér frá því að sumir vegna svona upplýsingaóreiðu væru farnir að þeim taka sér hlutverk löggunar svolítið, þá oft gegn transfólki. Já, sko, lögreglan þarf yfirleitt alltaf að vera svona handberi valdsins og fara eftir lögum og reglum í hverju ríki, hverju sinni. Þannig að lögregla, þú veist, getur, og í sögulegu samhengi getur oftar en ekki verið mjög neikvætt. Þó að við hérna á Íslandi erum sífellt að reyna að búa til jákvæða ímynd, og lögreglumenn sjálfur margir hverjir sem ég þekki persónulega, mjög gott fólk og eru í þessu starfi að heilindum, að þá fylgir því mjög oft að lögreglan er að sinna svona bara oft stundum að manni virðist hugsunarlaust, að þeir eru kannski bara bundnir því að þeir verði að gera þetta, bara eins og hermenn, að þá verði þeir að fylgja ákveðnum reglum og lögum. En reglur og lög hverju sinni, og við sjáum það í sögunni, fara ekkert alltaf saman við siðferði og fara ekkert saman við rétt og ránt. Við vitum það til dæmis að það er ránt að eiga annað fólk, en það var samt lagalega hægt að eiga annað fólk, bara, þú veist, í gegnum söguna alveg framundir, þú veist, 20. Já. Og við vitum það að núna ennþá tíðkast mansal út allan heim, og við vitum að það er ránt og það er ólöglegt núna. Það er samt ekki ólöglegt alls staðar. Það er ekki búið að færa það í lög og reglugerðir allra ríkja að það sé ólöglegt að eiga annað fólk. Það er til dæmis löglegt í Afganistan að selja dóttur sína. Þú veist, alveg niður 9 ára aldur, þá máttu selja hana. Þú veist, þannig að þú veist, ég myndi aldrei nokkuð tíman kenna mig við lög, bara aldrei, vegna þess að lög ein og sér án siðferðis eru aldrei góð. Og svona ofar öllum lögum þarf að vera, þú veist, ákveðið svona grunngildi siðferðis, það sem að við gerum greinarmun á milli hvað er rétt og hvað er ránt. Og ofbeldi í allri sinni mynd er alltaf ránt. Og við sjáum þetta alls staðar í heiminum, þar sem að, þú veist, ein þjóð, einn einstaklingur eða fleiri ákveða að ráðast á annan einstakling, og sá einstaklingur ákveður að hefna sín, og þá er þetta fram og tilbaka og það leysist ekki neitt, og fólki sem að lendir hérna á milli, það eru fórnarlömbin, það eru börnin, það eru konunar, það eru gamalmennin, það eru fatlaða fólkið, það eru hinsegin fólkið. Þú veist, þetta eru fórnarlömbin. Við sjáum það í Gaza, þú veist, við sjáum þetta, þú veist, í Úkraínu, við sjáum þetta allstaðar í heiminum, að ofbeldi leysir aldrei neitt, og mæta ofbeldi með ofbeldi, bara alveg sem Martin Luther King sagði, það leysir aldrei neitt. Þetta ofbeldi sem er að bitna á transfólki út allan heim núna er svona, bara, við getum kallað þetta að sé ákveðin strámaður. Þú veist, stjórnmálaöfnin sjá þarna minnihlutahóp, og það er fínt að byrja minnihlutahóp. Ef að þú vilt breyta, þú veist, hugafæri heillarar þjóðar, þá er ekkert betra eða svona fljótlegra heldur en að búi til sameiginlega nóvin. Af því að allir þessir háu herrar, þeir eru ennþá í þessum sandkassaleik,
þar sem að þeir telja fólki trúum og því miður stór hluti fólksins líka í þessum sandkassaleik þar sem að þau trúa því að þau hafa það vont að því einhver annar hefur það svo miklu betra og það þeim að kenna eða einhver annar er valdur að þeirra vansæld. Transfólk hefur ekkert að gera með svona upp til hópa, þá hefur transfólk ekkert að gera með þú veist hvort það verðbólga í landinu eða ekki. En í staðan fyrir að tala alls konar hluti sem að hefur að gera með verðbólgu, þá stjórnmálaöflin út allan heim, þú veist, rosalega upptekin af því að taka réttindi af transfólki, gera transfólki erfiðara bara að lifa sínu daglega lífi og ef að transfólk dirfist í að mótmæla og segja eitthvað, þá eru við allt í einu bara vælandi fórnarlömb. Við erum ekki vælandi fórnarlömb, við erum að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum og þú veist, við skulum halda kjafti leið og þið hættið að ráðast á okkur. Við ætlum ekki að ráðast á ykkur á móti, við ætlum ekki að hefna okkur. Ég vil ekki, þú veist, fara að afnema réttindi, þú veist, einhverja byrja orðbræðið, rassusa á samfélagsmiðlum eða fólk sem hatar mig, þú veist, og með heilu podcastinu það hvað ég sé að ljúga þó ég sé að vitna í ritrindar staðreyndir. Þá þetta mér ekki til huga að fara að reyna að hefna mín á einum eða neinum. Núna verið að blása til dæmis til þings á vegum samtökanna 22 samtök sem rauninni búin til fyrst og fremst sem hatursamtök gegn transfólki. Þeir kalla þessa ráðstefnu sína rangi líkamar og vilja meina að það ekki til neitt sem heitir rangur líkami og þá vilja meina að það ekki til neitt sem heitir transfólk. Að því að við upplifum okkur í röngum líkama, við upplifum okkur að líkaminn okkar sé rangur, að líkaminn okkar sé ekki í samræmi við okkar kynvitund. Og það má alveg ræða það hvort að líkaminn sé rangur eða hvort að við höfum bara verið neyti ranga kynþroska. Að sko þá hafa allar manneskjur frá grunninn möguleika, bara genetískt séð, til þess að þróast í allar áttir. Og þannig við getum sagt að allar manneskjur genetískt séð og bara vísindalega staðreynd að við höfum möguleika frá, þú veist, getnaði að þróast í hvaða átt sem og þess vegna getum við sagt allar manneskjur eru fæddar bæði kall og kona og kvár og síðan bara þróast við á einn eða annan hátt. Við getum sagt að transfólk hafi bara þróast með ákveðið ósamræmi. Það sem var ósamræmi á milli þeirra meðvitundar, hvort sem vil kalla það sál eða meðvitund eða sjálf, og líkamanns. Þú getur ekki breytt meðvitundinni án þess að hætta að vera bara þú. Þannig að eina leiðin að breyta líkamannum. Og þannig að í okkar tilfelli, þá líkaminn rangur. Og það að halda því fram að þau séu ekki með neitt hatur, að þau séu bara að fara með staðreyndir án þess að vitna í nokkra vísindalega staðreyndir, að þá þetta ekkert annað en hatur. Þetta bara algjörlega pjúra hatur og bara fyrirlitning gagnvart lífi og heilsu og velferð transfólks. Og aðför umverulega, þú ert að meina þetta. Þetta aðför, þú veist, og segja sér með okkur að við getum ekki tekið þetta persónulega en náttúrulega bara fárlegt. Þetta svona svipað að segja, já, ég ætla nú ekki að móðga þig og ekki taka það persónulega en það, þú veist, þú mátt bara ekki vera til. Þú veist, þetta náttúrulega bara fárlegt. En við fórum einmitt yfir það síðast hver var að þú útskýrir svo vel fyrir mig þessi munurinn á þessu bara að skoðanafrelsinu og tjáningafrelsinu og þessu að vera með sína skoðun eins og þú segir en svo það þetta þegar þú raunverulega ert að tjá hatur og sem að í sjálfu sér með þeirri miðlun aðför að þínum tilveru réttir að þá það náttúrulega ekki bara einhver skoðun sko. Nei, og líka bara þegar þú ert stöðugt að fá alls konar svona neikvæða fréttir og það stöðugt að koma
lagabreitingar eða lagafrumvörp sem eru hreinlega bara miðuð að því að skerða þitt einstaklingsfrelsi enn frekar og nú eru svona, þú veist, þetta hægra fólk alltaf að tala einstaklingsfrelsi en það virðist vera að þetta einstaklingsfrelsi nái nú bara ekkit yfir neitt nema þá þetta 1%, þetta ríkasta 1%, restin af okkur sem að erum sífellt að rífast hvað stéttabaráttu, hvað vók, hvað ekki vók, hvað ekki stéttabaráttu. Við þurfum að fara átt okkur á því að við erum öll saman í þessari súpu. Ef við erum ekki hluti af þessu 1%, ef við erum ekki hluti af valdastéttinni sem eigum allt, þá eru við öll verkastétt, þá eru við öll vók og þá þurfum við öll að berja saman í þessu og hætta að rífast innbyrðis og þú veist, benda á einhverju hugtök og rífast hugtök. Við getum kallað þetta hvað sem en við erum öll runni, svo ég orðið það bara þannig að því ég ólst upp í Breiðholti frá 13 til 26 ára og fannst Breiðholt æðislegt og það er margt æðislegt að gerast í Breiðholti, þá erum við bara öll sem erum ekki 1%, þá erum við öll Breiðholt. Þetta er aldrei flottu frasi svona. sem að skella með millimerki en þú talaður síðast líka um lög sem var nýbúið að setja í Bretlandi og núna er eiginlega svona komin einhver pínlítið reynsla á það, er það ekki? Hvað þessi lög hafa? Já, sko, þú veist að lögin fjölluðu þetta var sem sagt bara ein ákveðin lög sem að fjölluðu meðal annars rétt kvenna og í þessum ákveðnu lögum komust dómararnir að því að þetta ætti bara við líffræðilega konur, þessi ákveðnu einu lög. Nú hafa þú veist þessi einu lög valdið svo miklum usla og svona fjölmiðlafári og upplýsinga óreiðu sem gera verkum að alls konar sjálfskeipaðarlögur sem að ekki fara einu sinni eftir lögum og reglum eða nokkru siðferði hafa tekið það upp á sitt einstæmi að yfirfæra þessi einu lög yfir á hvað sem til dæmis eins og að transkonur sem eru búin að fara gegnum kynstaðfestandi ferli eru búin að fá breytta kynskráningu í Bretlandi sem miklu erfiðara heldur en víða annars staðar og þú getur ekki fengið þú veist, breytingu á til dæmis fæðingavottorðinu í Bretlandi nema að fá þessa staðfestingu og þá verður að vera búin að fara gegnum allt ferlið og það fólk sem búin að fara í gegnum ferlið og hefur þú veist, búin að breyta meðal annars fæðingavottorðinu sínu það hefur fullan rétt að nýta sér þú veist, salerni sem samsvarar þeirra kynvitund og það er rangt hjá fólki að halda því fram að þau hafi ekki þennan rétt en þetta skapar náttúrulega það að transfólk mjög hrætt það er rosalega hrætt það fer í felur og þorir ekki að nýta sér almenningssalerni, þorir ekki að nýta sér almenningsþjónustu eins og sundlaugar og fleira. Það fer í felur bæði með sjálft sig og þær transkonur og þeir transkarlar sem að eru það sem kallað á ensku passable, það er að segja að þau líta ekki út fyrir að vera neitt annað en bara hver önnur líffræðilega fædd kona eða líffræðilega fæddur karlmaður að þau gerast það sem kallað stealth á ensku. Þau bara segja ekki neinum frá því að þau séu trans af ótta við að verða fyrir fordómum og árásum. Þessar sjálfskipuðu löggur aftur á móti gera það verkum að þau eru með fyrirfram ákveðna hugmynd hvað er kona, hvað er karlmaður, hvernig á kona að líta út, hvernig á karlmaður að líta út og þessar hugmyndir eru byggðar á svona nýlendu hugmyndafræði sem var markvisst séð, þú veist, bara auglýst hvernig átti kona að vera, hvernig á karlmaður að vera, tískublöð og annað íta undir þessar staðalímyndir, svona neikvæðar staðalímyndir kvenleikan og karlmennskuna og sérstaklega gagnvart konum
þú veist, karlmenn hafa miklu frjálsari hendur hvað þetta varðar, en samt ekki vegna þess að ef að karlmennir eru of svona eða of hinsegin, þá eru þeir sakaðir að vera, þú veist, stelpustrákar eða hommar á neikvæðan hátt. Þú veist, það er ekkert að því að vera stelpustrákur, fyrir utan það hvað er stelpustrákur, og það er ekkert að því að vera hommi, þú veist, en hugmyndafræðin sem að samfélagi búið að búa til, það var búið að búa til þessar neikvæðu staðalíndir sem að gera verkum að vegni að þorri fólks reynir að passa inn í box sem eru gjörsamlega ómögulega að passa inn í, og fullt af fólki passar ekki inn í þessi box, og ef þú passar ekki inn í þetta box og þú ert sem sagt kona kannski sem að aðrir dæma karlmannlega, þó þú sett sískona, þó þú sett líffræðilega fædd kona, að þá verður fyrir því að þessar sjálfskipuðu samfélagslögreglur að þær ráðast á þessa konu með offorsi og skömmum og rekja ná af salerni, þú veist, allstaðar almenningsrýmum sem eru ætlaðar, þú veist, konum. Og þetta gerðist bara núna nýlega og er að gerast bara mjög oft, en það var mjög áberandi nýlega frétta því að Greta Kristín Ómarsdóttir, leikstjóri og dramatúrk og dósent við Listaháskóla Íslands, benti á það á Facebook færslu sem að síðan var gerða frétt á Vísi, að tvær par, lesbískt par var á hóteli í Boston og önnur þeirra þótti vera svona kallmannleg og var sökuð að vera kallmaður. Og hún sýndi skilríki og annað og þeim fannst það ekki nóg, þannig að hún var beðin að sýna kynfæri sem hún neitaði og þá verði vísað á dyr. Hótelið sagði fyrst að það hefði verið kvartað undan þeim og þau hefði verið bara í fullu rétti að vísa þeim á dyr og svona, en síðan var viðurkenndu þau seinna, þau hefðu haft það rangt fyrir sér og núna samkvæmt síðustu fréttum að þá er þessi dyravörður komin í leyfi frá störfum og allt hinsegin fólk boðið velkomið á þetta hótel. En við vitum ekki hvort að þetta var bara þessi eini dyravörður. Nei. Hljómar svona eins og finna blórabökulinn eða að finna þennan og þetta gæti hafa verið aðrar konur sem að hafi þótt, þú veist, sem hafa ákveðið að vera samfélagslögreglur og svona músefjun, og það er músefjun í gangi þar sem að verið að rópa, þú veist, hættulega transkonan. Allar rannsóknir sýna það að þú veist, konur, bæði trans og sís konur verða ekki fyrir aðkasti nema kannski bara litlu leyti af öðrum konum. Það verða fyrst og fremst fyrir aðkasti af karlmönnum og þá fyrst og fremst af gagnkynhneigðum sískynja karlmönnum. Þannig að þú veist, transkonur er ekki ógn. Transkonur er 0,2 til 0,5% af mannkyninu. Það er hægt að finna glæpafólk þar eins og alls þar. Samtökin 28 því ég benti á þaðan sem er ekkit annað en hatursamtök að gegn transfólki. Þau hafa sífellt verið að benda á 1 og 2, þú veist, einhverja transeinstaklinga og segja, sjáðu þessa hættulegu transmannsku. Í staðan fyrir, þú veist, hvað er þetta að benda á margar hættulega konur? Það er alveg hægt að benda á margar hættulega konur. En þær eru bara ógnar píngu lítill minnihluti. Alveg eins og þessar transkonur eru bara, þú veist, örfáar, teljandi á fingurum annarra handar. Þú veist, 0,2 til 0,5% af mannkyninu er samt í kringum 60 til 80 milljónir. Þannig að þú veist, þetta er ekkit fáir einstaklingar. Og svo fjölskyldu það náttúrulega í kring líka sem að kveljast. Og það að það skulle vera hægt að finna einhverja glæpafólk, þú veist, innan 80 miljón manns, þú veist, það er ekkit skrítið. Ég meina, þú veist, það er hægt að finna ógrynni að glæpafólki á Íslandi og við erum bara 400.000. Þannig að það er alltaf hægt að finna slæm epli. En ef þú skoðar bara tölfræðina og virkilega rýnir í tölfræðina, að þá er, þú veist, 93% gerenda
í kynferðisafbrotaglæpum eru sískynja kallmenn. Gagginni sískynja kallmenn. Það var náttúrulega þegar að terroristaógnin var kynnt undir hana og þá var þetta mjög margir sem að bara voru dökkir og horund, voru allt í norðnir mögulegir hryðjuverkamenn og þá hafði orðið þessi viðburður þarna með tvíburaturnana svona sem gat réttlætt það að raunverulega fólk var jafnvel beðið að gerast svona löggur, að láta vita ef það segja eitthvað dularfullt og svona en þarna í þessu tilviki náttúrulega ekkert, það ekki eins og transfólk hafi gerst sekt nein brot eða glæpi sem í sjálfu sig geta réttlætt þessa aðferð núna og þá virðist vera gripið til svona farið skrefinu lengra, gripið til raunverulega rasískra sjónamið eða þar að segja það að einhver sé í eðli sínu vondur eða bara vegna þess að þú ert trans að þá sértu þar með það sé réttlætt þér fengi einhvers konar lögmæti að gera lítið úr þér eða Já, það þú veist fólk hefur náttúrulega gert þetta og gerði þetta þú veist í réttindabaráttu svartra að þá var svarti karlmaðurinn gerður óvinni og hann var hættulegur og þegar aðskilnaðarstefnan var bæði í Bandaríkjunum sem seinna í Suður-Afríku og þá var ein ástæða notað fyrir því að svartar og hvítar konur gæti ekki verið saman á salerni var að svartar konur var hættulegar gagnvart hvítu konum. Þannig að núna rauninni bara verið að nota transkonur sem þær séu hættulegar hinum konunum. Þessi aðferðafræði náttúrulega til og þekkt og vitað að það hægt að kynda undir svona einhvers konar öðrun. Á stuttum tíma þá var mér þess að tala að það hefði verið svona bara fengnir áráðusmeistarar til þess að kynda undir svona og einmitt þetta sem að minnir mann svo á það var þetta sem að maður las þegar apartheid stefnan var að fullu gangi í Suður-Afríku þá var þetta einmitt að það mætti alls ekki sitja á sama bekk í almenningsgarði, ekki fara sömu klósett, ekki sitja í sömu megin í strætó eða þetta svona hrikalega birtingamynd Já, og núna eru lögin farin að hafa þau áhrif í Bretlandi að transfólk allt bara þorði varla að nýta sér neina almenningsþjónustu og Nicola Sturgeon sem var hérna yfir skotska þjóðarflokknum að hún sagði að það væri nánast orðið ólíft fyrir transfólk að lifa sínu lífi. Það sem að fólk að segja að transkonur eigi að nota sér, þú veist, vera á kallarsalernum en síðan þeim, þú veist, vísa þaðan frá að því að ef það eru of kvenlegar og annað að þá náttúrulega eru þar teknar sem hverja aðra konur og þá eru þeim vísa frá fyrir að vera, þú veist, pervertískar að vera njósna kallmennina. Nú transkarlmenn þú veist, eru mjög kallmannlegir margir hverjir því að testosterónið hefur þau áhrif og og ef að þeir ættu nú að fara að nýta sér kvennasalernin að þá væri, þú veist, þá gætur ekkert séð hvort þetta veri transkarlmaður eða sískarlmaður. Þannig allt einu erum við farin að opna á með þessum lögum að það eru auðveldara fyrir sískarlmann að fara inn á kvennasalerni og segja bara, já, ég er transkarlmaður og þar með auðveldara fyrir sískarlmann að komast inn á þú veist, rými sem eingöngu ætlað konum og brjóta konum. Þannig að, þú veist, öll lög og reglugerðir og allt þetta fár gegn transkonum bitnar náttúrulega á öllum konum og það er það sem að koma fram eins og að gerast á hótelinu í Boston og fleiri sögur sem eru, þú veist, það var kona hérna sem var frekar hávaxin sem var sökuð að vera karlmaður. Hún var öryggisvörður í Flórida og var að vinna á svona mall, svona, hvað heitir þetta? Kauphöll. Eins og Kringlan, hvað heitir þetta? Verslunarmiðstöð, já, það er orðið í sérleitað og hún var hávaxin og hún fór á salernið og það var karlmaður sem fór inn á hana og öskar á hana að hún væri trans og ætti að drulla sér út og hún kvartaði undan þessum
manni því að hún sískona og þá sagði yfirmaðurinn hennar að þau vildi ekki fá svona vandræði, þú veist, fyrirtækið. Hún var að vinna sem öryggisvörður og öryggisvörslan vildi ekki verða fyrir svona vandkvæðum og vandræði. Þetta var vandræðilegt fyrir öryggisgæsluna. Þannig henni var sagt upp störfum. Hún misti starfið sitt vegna fordóma einhvers annars og hún var samt ekki trans. Þannig að þessi fordómar eru farin að bíta og þeir eru farin að bíta allar konur sem að, þú veist, passa ekki inn í eitthvað mjög þröngt afmarkaboks. En það sorglega að það ömurlegt að hugsa til þess að við þurfum að benda á það sýnt og heilagt, eins og bara með þær konur sem verða fyrir kynferðisofbeldi, að við erum með heila herferð sem segir þetta gæti verið dóttir þín, systir þín, mamma þín, frænka þín. Það á bara ekki skipta máli. Við eigum að standa með þolendum, þú veist, öllum þolendum, burtséð frá kyni og kynvitund og kynhneigð og það á bara ekki skipta máli hvort hún sé systir einhvers. Hún var fyrir kynbundnu ofbeldi og það sama á við transkonur og transmenn og kynseinfólk. Það á ekki að skipta máli að þegar verið að ráðast okkar réttindi að það hafi áhrif á önnur réttindi sem að það gerir vissulega, heldur ættu þið að standa með transfólki að því við erum mannverur eins og allar aðrar mannverur og það ætti bara að vera siðferðisleg skylda hvers og eins að standa með öðru fólki að því það siðferðislega rétt. Ekki að því að fyrst komuður og réðust okkur og næst ætlaður að koma að ráðast á ykkur. Þú átt ekki að standa með ykkurum að þið þér ógnað, þú átt að standa með ykkurum að þið það rétt að standa með þeim. Jú. Þetta náttúrulega oft í svona kennslu þá oft kannski verið að höfða til barna og útskýra þetta, sko útskýra en ímyndaðu þér bara ef þetta væri þú eða eitthvað svoleiðis, en manni finnst, en hins vegar held ég við séum öll með þessa hugmyndum að mannréttindi eigi að vera, þau eigi ekki að, við eigum ekki að hugsa þau út frá því svona hvað okkur finnst vera okkar fjölskylda, sko, eða vera líkt okkur, það er alveg rétt, en einhvern veginn það er alveg rétt að það er svolítið skrítið og þú talar um það, mitt sá ég á samfélagsmiðlum, að það er svolítið skrítið að þurfa að benda á það, þetta gæti verið þú, þetta er líka standið með transkonum, að því ef þið eru ekki að standa með transkonum, að þá eru þið ekki að standa með konum, eitthvað svo leið, já, en þannig að það er bara standið bara með konum, öllum konum, en hvernig er staðan þá á Íslandi, svona, hver er staðan á, finnst þér þessi, þú sagði mig síðast að þetta svona, þú finnir alveg fyrir svona auknu hatri og aukinni haturs orðræða til dæmis á samfélagsmiðlum og raunverulega bara í samfélaginu og það er ágjur af sonum þínum og raunverulega hvernig þetta kæmi við þá vegna þess að það væri einmitt þetta, þú upplifir að fólk leyfði sér að tjá eitthvað sem það hefði raunverulega bælt á niður og ekki leyft sér að tjá fyrir bara þó ekki nokkur mánuðum síðan, sko, og finnst þér þetta ennþá hafa aukist síðan við tölum saman síðan? Já, ég meina þetta er sko, þú veist, stjórnmálamenn eru farnir að tala um þetta, fólk er farið að tala og tengja, þú veist, vókism af eingöngu við transfólk hérna á Íslandi. Vók er náttúrulega miklu meira en það og ég held að, þú veist, í staðan fyrir að nota eitthvað tökuorð þá getum við bara, þú veist, sagt að vera vakandi fyrir mannréttindum, vera vakandi fyrir mannréttindum, þú veist, fyrir allra, ekki bara sumra, og það að vera vakandi fyrir mannréttindum er ekki bara, þú veist, að vera vakandi fyrir mannréttindum transfólks. Þegar, þú veist, þetta er orðið þannig að það er verið að henda okkur svolítið undir strætóinn og við erum þessi minnihlutahópur sem er gott að sparki að því að við erum svo fá og þá leyfir fólk sér sem að þú veist, kannski með svona að daðra við aukafullar skoðanir þá leyfir það sér að hoppa á vagnin. Þú veist, fyrir nokkrum árum síðan, þú veist, þetta er tiltölulega nýtt á nálinni, fyrir bara svona 5 árum síðan þá hefði fólk ekki talað svona eins og það talar í dag.
fyrir 5 árum síðan þá voru svona kannski 10-20 lög eða lagafrumvörp sem snertu eitthvað transfólk í öllum Bandaríkjunum. Núna eru þau 600-700 á hverju einast ári. Og þetta í veldisvexti út allan heim. Sem betur fer þá virðist vera svona, þú veist, ákveðin sérstaklega eftir því sem að öfganar hafa orðið öfgafylltiri og sérstaklega eins og í Bandaríkjunum þar sem að fólki fara að blöskra þú veist, það talað núna að sko að 1 af hverjum 5 sem eru trans muni fremja sjálfsvíg, ekki í hætt að fremja sjálfsvíg, heldur muni fremja sjálfsvíg á næstu árum út af öllur hatrinu. Það 25%, eða 20-25%. Vegna þess að síðan talið að þú veist að 2 af hverjum 5 séu sjálfsvígs hættu. Þannig að þetta rosalega stórt hlutfall og helmingur 50% íhuga sjálfsvíg. Þannig að svona tölur fyrirfinnast ekki neinum öðrum hóp og þetta fyrirfinnst ekki að því að við erum trans. Þú veist, það eitt og sér veldur ekki þessari vanlíðan. Það að vera trans eitt og sér ekkit mál. Það allt, þú veist, það allt þetta andlega ofbeldi sem við verðum fyrir á hverjum einasta degi. Og þegar á hverjum einasta degi, það þú veist, þú getur varla opnað, þú veist, neina fjölmiðla á þess að sé ekki eitthvað neikvætt transfólk eða þú veist, bara frétt eitthvað trans og þá í kommentakerfum annar staðar eða bara í opinberri umræðu eða jafnvel stjórnmálamenn á Alþingi farin að þú veist, tala þannig að þín tilvist í hættu. Að þá veldur þetta náttúrulega ákveðin vanlíðan, það veldur þunglyndi, þetta veldur kvíða og þú veist, það bara að fara ekki lífið eitt og sér með öllu sem því fylgir nógu kvíðavaldandi. Þú hefur endalausar áhyggjur af börnunum, þú hefur áhyggjur af þú veist, vinnunniðinni, helsunniðinni en síðan þarftu líka bara að hafa áhyggjur af því hvert einaskipti þegar þú stígur út dyrnar heima þér, hvort þú verði fyrir því að einhver hrækja á þig. Í hvers skipti sem þú opnast tölvuna þína til að svara einhverjum skilaboðum og þú lest einhverja frétt og vilt fylgjast með að þá, þú veist, sérðu ekkert nema skít og fólk að segja, já, þetta fólk ekki til. Þetta fólk bara geðsjúkt. Þetta fólk á bara að loka inni. Það á bara að henda lyklinum. Þetta bara veruleika fyrst. Þú veist, ég rangkynjuð bara ítrekað. Þú veist, það fólk sem segir, já, hann, ekki hún. Og þetta afmennskandi og þetta ofbeldi og sama hvað, þú veist, þessir bara heimskingjar, því að ég veit ekki hvað annað hægt að kalla þetta, sem að neita að horfa á og lesa og viðurkenna vísindalega staðreyndir að kalla þetta, þú veist, að þá þetta ekkert annað en hatur. Þeir með að kalla þetta hvað sem þeir geta mætt í 1.000.000 hlaðvörp og skrifa endalausa pistla og öskra inn í bergmálshellin sinna þeir hati engan en á meðan þeir viðurkenna ekki tilvist transfólks þá eru þeir með hatur. Það svo einfalt. Ég held að einhver ættingi minn hefði sagt hvort það var amma sem hefði sagt grey, þetta eru grey af því að það ákveðin vorkusemi að þú þurfir að fá þitt gildi út frá líka þessi staðlaða rétta normi sem verið að festa í sessi eins og segir, það búið að búa til einhver boxi fyrir því hvernig á átt að vera og fleiri eru orðið meðvitaður hvernig á ekki að vera og hvernig ekki rétt að vera, þá náttúrulega svolítið, það lítur að vera svolítið hræðileg tilvist sem minnir mig þá á þetta, þú ert í þessum ból sem stendur svona lítur einhverfa út og það svona eilíðar áttan þarna sem í svona hinsegin litum
Þannig að maður hugsar sko, það talað að einhverfa sé svona þeir sem einhver sé sem tala að vera skynsegin og maður hugsa líka hvað þetta eins og þú ert að segja, þessi aðför að transfólki ekki bara aðför að öllum konum, aðför að transkonum aðför að öllum konum, heldur líka bara þessi aðför að öllum þeim sem eru eins og þeir vilja vera og kjósa vera, það hlýtur vera aðför að öllum sem einhvern veginn, eða hlýtur að valda kvíða hjá þeim sem eru einhvern veginn skynsegin og hinsegin og finnast þeir ekki falla í þetta norm eða hvað? Já, vissulega vegna þess að sko nú þegar svona eins og orðræðan hefur skapast og þróast í Bandaríkjunum og svona að færa sig yfir til Evrópu og til litla Íslands líka að þá John F. Kennedy Jr. sem var gerður ég get ekki annað hlegið sem var gerður settur yfir heilbrigðismálin þar í landi maður sem með alls konar samsæriskenningar og á móti bólusetningum og búin að blása það svo mikið út að fólk í hrönnum hætt að bólusetja börnin sín í Bandaríkjunum og nú mislinga faraldur í gangi í Bandaríkjunum sem að drepa börn og núna hann farin að básuna einhverfu og segja einhverfa sé byrði á þjóðfélaginu og einhver börn séu bara það bara sorglegt að leyfa þeim að lifa því að þetta eyðileggur fjölskyldur hann orðaði það svona einhver börn eyðileggja fjölskyldur eyðileggja líf foreldra sinna nú það að vera einhverfur það róf það bara eins og að vera manneskja róf það eru endalausir möguleikar líka við svona genetískt séð að búa til mannesku þannig að engin okkar eins ekki eins og tvíbur eins og og það sama með einhverfa þú getur tekið alla einhverfa og þú finnur enga tvo sem nákvæmlega eins en það eru ákveðnir þættir þetta svona þess að keyra á öðru stýrikerfi við getum sagt að þeir sem ekki einhverfir þeir keyra á Xbox eða Android eða eitthvað svona á meðan þeir sem einhverfir eru Apple eða PC5 eða hvað sem þú vilt kalla það þá þetta bara ólík stýrikerfi þú getur verið afburða manneskja á mörgum sviðum með afburðagreind með fullt af háskólagráðum og verið samt einhverf þú getur líka verið með greindarskerðingu og mikla raskanir og fatlanir án þess að vera einhverf einhverfa ekki samansemmerki milli þess að vera með greindarskerðingu eða mikla fötlun Þannig þetta þessi sama lógík að finna einhvern blóraböggul eða einhvern óvin þetta það sá einhverfi sem að eyðileggur fjölskylduna Já, fyrir utan það, hvort sem að þú ert með greindaskerðingu, fötlun eða hvað sem þá ertu bara aldrei byrði á einum eða einum. Þetta svolítið ótrúlega engin manneskja byrði á annarri manneskju. Varpa ábyrðinni frá sjálfu sér og frá þessum kerfum sem eru náttúrulega, þú veist, það er mikil kvíða, mikil vanlíðan í okkar samfélög og mikil ójafnrétti, óréttlæti, mannréttindabrof, það eru stríð og þá satt verið að reyna að finna eitthvað svona, hver sökudólgurinn? Það er ekki kerfin sjálf eða við, það er þessi, það sá sem trans eða sá sem einhverfur, sem náttúrulega alveg merkilega vond leksía fyrir börnin okkar, myndi ég segja, að ekki að líta í eigin barm og ekki að sjá stóra sammingið og sjá orsakasammingið beinlínis heldur byrja því að finna fara í lögguleikin og finna hvað er þessi sem sekur. Það er náttúrulega miklu auðveldara. Það er miklu auðveldara að bara kenna ykkur og segja það er þessum að kenna það. Þú veist, við erum að heyra það alls konar svona mýtur eins og Íslendingar nenni ekki að vinna í fiski. Þú veist, ég vinni í fiski og mér varst nú bara mjög gott að komast og vinna í fiski að því að þá fekk ég smá frí frá því að vinna í hreingirningum fyrir Karl föður minn sem ég fekk nú ekki alltaf borgað en ég var samt að skúra gólf og þrífa klósett og gera allan anskotan
þannig mér fannst dásalegt að komast í fiskinn, það var himnaríki við hliðin og hinu, en þú veist, þegar fyrirtæki að arræna fólk og vilji ekki borga mannsæmandi laun, þá náttúrulega leitast fólk við að vinna við eitthvað sem borgar mannsæmandi laun. Þá fara þessi fyrirtæki í staðin fyrir að borga mannsæmandi laun að leita að ódýrara vinnuafli og flytja síðan inn vinnuafl sem tilbúið að vinna fyrir minna en innlenda vinnuaflið. Og síðan þá snúa við og segja, já, það þessum að kenna að Íslendingar ekki lengur að vinna, fá nóga vinnu. Þú veist, Íslendingar atvinnulausir að því það öllum innflytjendunum að kenna. Þú veist, þetta svo mikið bull og vitleysa og í grunninn, það náttúrulega eitt sökudólgur. Og sá sökudólgur sem búin að vera sökudólgurinn síðan við bara fundum upp kapitalismann fyrir cirka 7.000 árum síðan, 6-7.000 árum, og það græðgi. Græðgi sökudólgurinn. Ég meina, fyrir cirka 50 árum síðan að þá getum við sagt að launin voru X og launin hafa sjöfaldast, svona meðalaun, hafa sjöfaldast á þessum tíma. Á sama tíma hefur ríka, þú veist, 1%, það hefur 1000-faldast þeirra eignir og þeirra ríkidæmi. Og til þess að sýna fárleikan, þá var svona ákveðin bylgja ósættis, rosalega bylgja ósættis, þegar heilu svona fátækrahverfin voru þurrkuð til þess að búið til fótboltavelli, var það ekki 2012 í Brasilíu, minni það, í kringu það. Og þá var ríka fólki svo hrætt yfir að það ráðist á það í þessum hverfum. Í staðan fyrir að setja pening í að byggja mannsæmandi húsnæði fyrir, þú veist, þetta fólk sem misti húsnæði sitt út af einhverjum fótboltavöllum, hvað gerðu þau? Þær hækkuðu veggina í kringum þessu öruggu svæði ríka fólksins og keyptu inn fleiri öryggisverði. Og þetta fáraleikinn sem við erum að búast við. Já. En að meðan, það alveg rétt, að meðan við erum að það fleiri sjálfskipaðar löggur sem að elda uppi einhvern sem passar ekki inn í boxið, að þá náttúrulega gleymum við algjörlega hver ber raunverulega ábyrgð á situasjóninni, þetta 1% og kerfið sjálft. Þannig að það náttúrulega, þetta heppnast alveg gjörsamlega afvegaleiða okkur. Já, og bara mjög stuttum tíma. Á mjög stuttum tíma þá þú veist, transfólk orðið í umræðinu leikum við daglega og okkur síðan kentum að tróða okkur allstað fram að því við erum að reyna að svara fyrir, þú veist, og svara, þú veist, koma með mótsvar gagnvart fáfræðinni og vitleysunni og hatrinu, þá verið að saka okkur að tróða okkur allstaðar fram. Þú veist, ég bara segi það hér og nú, ég skal hætta að mæta hingað, ég skal hætta að skrifa písla, ég skal hætta að tróða mig fram hvar sem og hamingjusamlegast bara, þú veist, halda áfram bara að sinna mér og mínum og ef að fólk hættir að ofsækja okkur. En ég votta það að ég sem biði að koma, þú ert ekki að tróða þér að Nei, fólk heldur því fram, svona sumir, ekki allir. En það líka, sko, ég held að meginþorri fólks allstaðar í heiminum, það ekki að taka þátt í þessu, þú veist, hatri og ég hef alltaf trúið því að meginþorri fólks gott og við fæðumst öll góð, það fæðist engin vondur. En við erum svo mörg sem erum afskipt. Það að segja, fólk tekur ekki afstöðu. Það segir, þetta kemur mér ekki við. En málið að það getur enginn verið hlutlaus. Þegar það verið að ráðast á einhvern, þá getur enginn verið hlutlaus. Því að leiður hlutlaust, þá að veita gerendunum vald.
Þannig að þú verður aktíftlega og ég skora fólk aktíflega að standa með minnihlutahópum, að standa með transfólki, að standa með þeim fólki eins og fólkinu á Gaza, að standa með þeim sem verða fyrir misrétti, hver svo sem það er. Og eins og þú sagðir, þá stöndum við öll saman sem erum í þessari stöðu, þetta er ekki einn minnihlutahópur á móti öðrum. Við erum öll Breiðholt. Já, við erum öll Breiðholt, akkurat. En má þá ekki líka segja að við erum öll trans og öll Breiðholt. Jú. Því að sko inn við beinið þá skipta öll þessi box engu máli. Þú veist, eins og trans, cis, þú veist, öll þessi hugtök sem notum til þess að útskýra hluti. Þegar öllu botnin hvolft, þá erum við bara, þú veist, manneskjur. Og eins og sagt í laginu, þú veist, við erum hérna á þessu hóteli, hóteljörð. Og það er engin okkar sem kemst hérna lifandi. Það er engin sem lifir lífið af. Nei. Þannig að sko, akkur að eyða því í, þú veist, vonleysi og vesaldómi og hatur og ofbeldi og græðgi, þú veist, hvernig væri bara, þú veist, að reyna að nálgast þetta með aðeins meiri kærleik og aðeins meiri hlýju. Það er eitt frasi hérna úr 12 spora samtökum hérna, ég held Al-Anon, sem er ekki live and let live, lifið og lifið öðrum að lifa, það er nú svona svolítið góður hérna, er það ekki, til að segja við þessi grey sem halda þeirra heilega skylda að útblása að vera, vera í hatrinu og þessir hatursorðræðu þar sem einmitt auðvitað, það upp á líf og dauða, þar sem að þetta meiðir fólk virkilega og vegur að, þetta er ekki bara einhver orð, þetta vegur að tilveru annara. Arna Magnea Danks, hvað ef að segja lokum svona, ef að ljúka þessum mannréttinda fréttatíma hérna á einhverjum svona, þetta eru mjög uppbyggileg orð sko, en það er bara spurning hvað þú hérna heldur þú þurfir að tala ofta áfram, það er ekki alveg von til þess að þetta sé að fara að vera búið, þetta stríð. Nei. Ég held að ég þurfi að koma aftur og aftur. En hérna, sko, meðan það er vilji, þá er von. Og meðan það er von, þá er vilji. Og hérna, og ég gefst ekki upp, þú veist, þó að stundum þá náttúrulega alveg eins og með allt annað transfólk, þá verð ég mjög þreytt á þessu. Og það er alveg stundum sem að ég þarf að berjast við eigin myrkur. Ég er, þú veist, með flókna áfallastreitu á bakinu, ég er einhverf, ég er trans, ég hef alveg þurft að hafa fyrir hlutunum. Og það er stundum sem að það væri mjög auðvelt að gera bara eins og Virginia Woolf, þú veist, bara fara labba út í sjó, þú veist, með vasana fulla grjóti. En ég lofaði sjálfum mér og ég lofaði börnunum mínum, þó að ég gerði það náttúrulega ekki, þú veist, að þeim heyrandi, ég bara gerði það gagnvart sjálfum mér, að ég myndi aldrei gefast upp. Og hérna, og það er ekki bara fyrir transréttindum, heldur bara mannréttindum, þú veist, öllum mannréttindum og öllum þeim sem að, þú veist, eiga sárt að binda eða á einhvern hátt er hallað. Heimurinn þarf ekki vera svona. Þú veist, jörðin okkar er æðisleg jörð. Við þurfum ekki að leita lífi á öðrum hnöttum, við þurfum ekki að fara að búa á Mars. Við getum gert, þú veist, bara jörðin okkar að jörð aftur. Við getum tekið höndum saman og við getum ákveðið að leyfa ekki, þú veist, örfáum frekum einstaklingum að ráðskast og stjórnast með okkur og sífellt verið í einhverjum leik þar sem að við erum að ráðast á einhvern og hefna okkar og þú veist, vegna þess að það leysir aldrei neitt. Og ekki verið meðvirkni með þessum freku. Nákvæmlega. Taka afstöðu með hinum. Og líka bara, þú veist, við megum heldur ekki leyfa þessum einstaklega frekum einstaklingum að telja okkur trúum að þeir séu lífsnauðsynlegir. Þú veist, þetta er ekkit náttúrulögmál að einhverjir eigi, þú veist,
eitthvað 1% eigi jafn mikið og hinn 99% til samans. Það er ekki náttúrulega mál. Þetta er kerfi sem var búið til og ef við byggum það til þá getum við líka alveg bara tekið það í sundur og búið til eitthvað betra og við getum öll haft það bara æðislegt og hætta, að rífa svona innbyrðis, sérstaklega við sem erum í stéttabaráttu, sem erum í mannréttindabaráttu. Við þurfum að gera okkur grein fyrir, við erum öll í sömu baráttunni. Arna Magnea Dangs, leikona og leikstjóri, kennari og mannréttinda aktivisti og mannréttinda fréttaritari okkar hérna við Rauðaborð. Hjartans þakki fyrir að koma til okkar og það er ekki þörf á því það er ekki vanþörf á því að fara í gegnum þessi svona mjög erfiðu mál á ögurstundu í okkar eiginlega bara siðmenningu. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í samræðunni, hlusta og við finnum fyrir ykkur og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðunni yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram við Rauðaborðið eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.